fyrstulega held ég nú að allt fólk sem komið til vits og ára og hefur eitthvað fylgst með bara málum síðustu áratug veitu þetta alveg hvað Evrópusambandið það ekki eins og Evrópusambandið sé einhvern veginn nýstofnað og að við vitum ekki hvað aðild að því innifylur eða hvernig málum sé háttað í löndum Evrópusambandsins, þannig að ég held að flestir ættu sem að hafa haft einhvern áhuga á því að vita eitthvað sem mál, að vita svona náttúrulega út á hvað það gengur og ekki það að ég ætli hér að láta eins og ég geti eitthvað spáð fyrir það nákvæmlega hvað kæmi í einhverjum samningi en ég held samt að við getum svona nokkuð veginn vita það og það einstaklega ólíklegt og að mínu þetta alveg út í loka það komir bara eitthvað allt annað eitthvað svona tilbúð til okkar heldur en að önnur lönd Evrópu sem í Evrópusambandinu hafa fengið eða allt annan samning en ástæðan fyrir því að ég bara með þá staðföstu afstöðu að Íslandi sé ekki betur borgið inn í Evrópusambandinu vegna þess að eins og margir hafa svo sem verða málflytja núna með samfærandi hætti undanfarið þá missum við þá getu sem við höfum sem að ég til að við þurfum að hafa til þess að geta haft einhvern stjórn á málum þegar af því það óumflýjanlegt að næsta kreppa kapitalismans rýður yfir, það bara hún mun alltaf koma, aldrei kapitalismin getur ekki verið stabíll og fólk sem heldur að stöðuleiki sé einhvern veginn finnanlegur hér eða þar, það bara vill ekki viðurkenna staðreyndan kapitalisman. Það bara lögmál að það komi. Það bara lögmál, það bara lögmál. En allavega, ég vil frekar geta brugðist með þeim hætti sem við þó getum gert núna, heldur en að þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu sem að svo jaðarlönd, veiklönd inn í Evrópusambandinu þurfa að fara í, sem öll tekin út á venjulegu fólki, hún tekin út með atvinnuleysi, með launalækkunum, með lækkunum á lífeyrisréttindum, með hrikalegum niðurskurði og svo framvegis. Það bara 100%. Og ég vil ekki fara í þá vegferð og bara til dæmis atvinnuleysis vandamálin sem plaga mörg lönd í Evrópusambandinu, sérstaklega kemur ungu fólki, bara ekki vandamál sem ég held sé gott fyrir okkur hér á þessu litla landi að einhvern veginn láta eins og séu ekki eitthvað sem myndi bara hafa greiðlega alvarleg félagsleg vandamál hjá okkur. Ef einhvers myndi segja við þig, Vladimir Putin búin að sýna það bara að ef við erum ekki í tröstum og góðum félagskapa þá gætum við alveg eins á hættu á því að hann bara ráðist hér inn í Ísland. Ef einhvers segir það, þá reyni ég að vera kurteis og bara hemja mig aðeins og bara benda fólki á kannski að lesa nokkra bækur og bara svona aðeins átta sig á það hversu líklegt það en þetta þessi að Rússland ætli að taka yfir parta Evrópu, hvað þá Ísland, ekki það að ef að náttúrulega þetta ófriða bál verður bara kynnt áfram og ef að Evrópusambandið og Evrópulöndin og Bandaríkin halda bara áfram að gera allt sem þau geta til þess að kynna bálið, þá sjálfsögðu getur þetta bara þriðja heimsstyrjöldin skollið á, ég vona þetta ennþá af öllu hjarta svo verði ekki, en akkurat á þessum tíma þegar mannski segja við mig að ég sé bara einhver pútleristi og að ég vera hrædd við það að Pútín ætla að ráðast inn þá ég líka mjög ósammála því og mér finnst það ekki rational afstaða. Ég er sammála tekundir þetta ekki rational það er einhvern veginn orðið sem ég er að leita að því að þrátt fyrir að það hefur komið okkur óvart að það hefur verið ráðast inn í Úkraínu það kom mér mjög mikið óvart og það sé meira ófriða bál núna heldur en einhvern veginn við vorum að gera ráð fyrir 5 árum síðan að þá það svo fjarri mér einhvern veginn að Ísland eigi á hættu að verða hertekið af einhverjum róköflum það er ekki fyrir að gerast og þar að leiðandi ekki ástæða til þess að breyta núverandi skipulagi og fara undir eitthvað annað alþjóðlegt vald út af því að öryggis aðstæður eru aðrar í heiminum ég næ ekki þessu það eins og fólk sem að horfir núna sem við verðumgangin í Evrópusambandið út öryggismálum láti bara eins og við séum ekki í NATO og NATO sé ekki ennþá til ég vil ekki Ísland sé í NATO, ég á móti NATO með NATO vera hrikalega fjölskapur en við erum samt í NATO og NATO til og ef fólk heldur að það græði eitthvað meira öryggislega sé með að ganga, ef við erum bara að hugsa það með því gangi Evrópusambandið en við þegar höfum við með því að vera í NATO þá er það að mínu viti mikil miskilingur. Svo líka það, alltaf Bandaríkin eru þetta hernaðar stórveldi og sem við segja alltaf bara ekki búli á heimssviðinu
að Bandaríkin sjá alltaf Ísland sem sagt hluta af sínu áhrifasvæði og rosalega mikilvæg staðsetning, myndi aldrei leyfa neinu einhvern veginn að gerast hér. Það myndi ekki gerast. Það myndi ekki nema aftur að við værum að horfa eitthvað inn í einhverju alveg skelfilega framtíð. En þá veru hvort sem hlutinni komnir á svo hræðilegan stað að það hvort Ísland verið Evrópusambandinu eða ekki væri ekki hvorki þú veist, leiðin til þess að leysa það vandamál, það var vandamál sem verður þá komið, jafnvel þó við hefum verið í því eða ekki. Þú veist, er það við sem ætlum að segja nei sem einhver óvinni lýðræðisins, hvers konar bull er þetta eiginlega ef það er heldur þjóðar atkvæði greiðsla og það eru 2 kostir í boði, þá augljóslega eru báði kostirnir bara jafn vægir og svo bara í þessum kostingum eins og öðrum, þá bara verður niðurstaða og þau sem að ná sigri eru þá komin með annarkvort neið eða jáið og þá verður þá ákveða í kjölfar þess hvað verður gert í pólitíkinni en guð minn góður, ég bara aldrei á ævi minni heyrt meira bull heldur en það megi ekki segja nei og það sé einhver aðför að lýðræðinu, það er þá að samaskapi aðför að mínum lýðræðislegu réttindum hjá jáfólkinu að segja mér að þegja og að ég megi ekki mæta kjörstað. Ljótari aðför að lýðræðinu heldur en það að við gerum það sem að annars í öllum kosningum erum alltaf hvað að gera, nýta atkvæðisréttin, mæta kjörstað. Núna allt í einu eigum við ekki að gera það. Það verið orðrænið að fólk eigi að vera heima. Ég meina það hlýtur að vera. Ekki er ég að fara að segja já, þannig ef ég má ekki mæta og segja nei, þá hlýtur ég bara að vera heima. Já. Ég menn það er ótrúlegt að verða að kalla mig núna, ég er svo sem öllu vön, allt er góð og ég er ekkert eitthvað barnana best þegar kemur að því að þú veist, íta frá mér og ég get alveg verið fyrir til, en þú veist, ég er kalluð mútuþegi, ómerkileg drusla, auðvaldshækja, þetta er alveg fokkin ótrúlegt, sko. Já, það er ótrúlegt hvernig fólk dettur alltaf í huga það sé bara einhver svona peningastraumur sem að ráði skoðunum fólks og það sé bara með fulla bankareikninga af einhverjum mútum. Enginn sem er nokkuð tíma bjóðslega kemur neitt pening. Ég verð að segja það er gríðarleg vonbrigði því að auðvitað stjórnin var sett saman af einum flokki sem er stofnaður bara utan ESB aðildar drauma og samfylkingin hefur svo sögulega verið líka hlint ESB gott og vel, en það var samt einhvern veginn ekkert sem að engin teikn á lofti að neitt stjórnmálaflokkur hefði huga á að fara í Evrópusambandið. Þau settust niður við að skrifa stjórnarsáttmála og þá var skrifaði hann að þau myndu efni til atkvæðagreiðslu sennilega 2027. Svo bara hrannast upp óveðurski í efnahagsmálum á Íslandi og það sem var hafið vaxta lækkunarferli, það snerist fljótt við og aftur sem sagt fóru að hækka vexti og verðbólga og allt þetta. Þannig að mér fannst þetta að vera svona svolítið svik að bara flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í staðinn fyrir að bretta upp ermar og bara tækla efnahagsmálin af einhverju alvöru. Að þá er svona uppgjöf frekar gagnvart þessu verkefni verðbólgunni og vöxtónum og bara flýta Evrópusambands aðildarferlinu til þess að virðist vera einhvern veginn að það sé svarið við háum vöxtum og verðbólgu. Já, ég get bara alveg verið sammála á þetta, þú veist, það var ekki, við vorum síðustu alþingiskosningar snerust ekki þetta var ekki svona aðalmálið sem við áttum að vera að velta fyrir okkur og fólk var ekki að ganga til þú veist, á kjörda var fólk ekki að fara auðvitað alveg einhverjir að sjálfsögðu en það var ekki meirhluti kjósenda sem að fóru greita atkvæði með þetta mál sem sagt efst á listanum sínum, bara alls ekki og mér finnst það þess líka skrítið og ég ætla að segja að mig eins og Kristrúnu og ég ber alltaf með mikla virðingu fyrir Kristrúnu hún er auðvitað auðvitað bara grænt og glæsleg kona og hún er alvörugefin og mér finnst það líka fínt, þú veist, hún á að vera alvörugefin í þessu hlutverki og þú veist, það eru bara raunverulega vandamál sem þarf að leysa en ég held að það hefði verið miklu betra að hún hefði sett poweri sitt og færnina sína í að reyna að tækla þau heldur en einmitt að fara með okkur þannig stað og mér hefur stundum liðin og undanfari eins og hún kannski bara hafi gengt en þekki ekki alveg svona hvernig Íslendingar eru, þú veist, fatta hún ekki að það myndi allt verða vitlaust þú veist, átta hún ekki á því að við myndum all nýfskiptist í tvær fylkingar nýfskiptist og við erum mjög partisan og sem við erum og okkur finnst alveg gaman að rífast og þetta er bara þannig hita mál og það er alls konar held í tilfinningar og svona sem vaknar upp sem bara svona óuppgert líka úr hruninu og æsseif og öllu því
og mér finnst að hún hefði frekar átt að nýta það pólitíska kapital sem að hún óumdeilanlega var með sem þessi glæsilega einstaklingur til þess að vinna að öðrum málum en þessu og mér finnst hún hafa gert mistök. Akkurat. En þú veist, auðvitað veit ég ekkert hvað mun gerast. Mitt það sko, og maður hefur líka ágjörði að á meðan að þetta bara í þessum farvegi, að þá einhvern veginn, þú veist, þá bara verið að fresta brunaliðinu á svæðið sko, við þurfum ekkert að slökkva þessa elda, við erum núna með annað plan, það bara ESB leiðin og þá, því að við sjáum ekki að þau séu sko einhvern veginn að bregðast við þessu hörmungar ástandi sem orðið. Nei, ég sammála, þau verðast ekki verið að gera það, ekki þá nema með einhverjum svona mjög litlum aðgerðum sko. Árum saman var ég með attack limmiða upp á ískapjámi sem þetta Europe is this what democracy looks like og þá var það einmitt vegna meðferðarinnar á einmitt Lundunum sem að lentu þarna í efru kreppunni og fyrst við vorum nú að tala um hann Jannis vinn minn hann áðan þá ætli ég núna enn eitt skiptið að mæla með að fólk kynni sér bókina Adults in the Room sem eru endurminningar hans frá því þegar hann var fjármálaráðherra skamma hríð í Greiklandi og það er ótrúlegar frásagnir hans af þessari evrósku valda elitu, algjörlega ótrúlegt að lesa þetta og það hefur ekkert af því fólki sem hann er að skrifa eitthvað stíði fram og sagt að hann vera að ljúga en þetta er hann auðvitað bara mikil heiðursmaður, fræðimaður sem er fer inn í þetta til þess að reyna bara liðsina fólkinu sínu og samborgurunum af bara góðum hug sko en í það minnsta, til dæmis eitt dæmi það bara, hvað er eiginlega lýðræði í Evrópu og Evrópusambandinu þegar að Grikkir eftir þessi Syriza kemst til valda 2015, halda þjóðaratkvæði greiðslu þá eiga þeir að taka þriðja björgunarpakkan svokallaða frá stofnunum Evrópusambandsins og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og hinir tveir eru búin að leggja grískan efnahag alveg í rúst, það er bara hrikalegt ástand, hræðilegt atvinnuleysi bara algjörlega óbærilegt ástand. En Grikkir segja við ætlum ekki að taka við þessum pakka og Syriza hefur fengið umboð kjósenda, þau eru kosin til þess að einmitt að fara gegn þessum niðurskurða kröfum og þessum hörmungum sem er verið að leggja á fólk þess að nota bene bjarga þýskum bönkum sko og þau svo settast að þessi okki atkvæðagreiðslan, nei atkvæðagreiðslan og það er mikil meiri hluti sem að segja nei. Það hefur ekkert að segja. Það verður ekkert að segja, þau eru samt neitt, þess að Syriza er neitt til þess að kapituleita, neitt til þess að taka við þriðja björgunarpakkanum og í refsingaskyni þá eru skilmálar hans verri heldur en þeir fóru áður til þess að senda ekki bara Grikkjum skilaboð, heldur Portúgalum og Spánverjum og öllum, ef þið haldið að þið geti farið þessa leið og leyft fólkinu í ykkar landi, almenningi að stjórna þessu, þá ætlum við núna að kenna ykkur once and for all að það er ekki boði. Og hvað er að fólki að geta lesa allt þessa sögu þetta var gerist ekki fyrir 100 árum það var literally bara gerast í gær akkur vill ekki fólk kynna sér þetta, akkur vill ekki fólk bara skoða þetta og akkur vill ekki fólk viðurkenna að þegar allt kemur til alls þá erum við Íslendingar ekki sérstöku góðu litlu álfarnir sem allir ætla eitthvað að elska og knúsa, það verður aldrei svoleiðis. Þegar að eitthvað slæmt gerist, þá verður alveg ætlast til þess gagnvart okkur eins og öðrum að við bara étum skít og fokkum okkur. Eins og var, við þekkjum bara dæmið með Icesave málið að ef að Evrópusambandi hefði fengið sínu fram, að viljið íslensku þjóðarinnar verið algjörlega skítvirtur sko. Og það var einmitt, ég og félagum minn vorum aktíf þarna og við vildum ekki að Ísland myndi samþykja það að greiða þessar skuldir óræða manna eins og sagt var og við vorum svona flokkum sem eitthvað jaðar vinstri þó við værum mjög fjölbreyttur hópur það var alveg fólk með okkur þessu sem er svo núna í flokki fólksins þetta var fólk sem, já við vorum mörg mjög róttæk og mjög vinstri sinna þarna var líka bara fólk sem einmitt vildi bara íslensku samfélagi allt það besta og vildi líka bara einhvern veginn svolítið svona nýtt upphaf og það var einmitt, verið að klína því þá ámanna maður væri náttúrulega bara eitthvað svona handbendi ég veit ekki hvers sko og það er nákvæmlega sama sem að gerist núna, þetta er bara bergmála nákvæmlega sömu orðræðinu sko. Líka svolítið sama fólkið sem að vildi að við völdum borga Icesave, þetta er sérstætt að sjá það en nú segja ég held að Helgadóttir hafi verið einhverju viðtali að tala um
að þetta auðvitað fínt, sko, fyrirkomulagi á Íslandi fínt fyrir auðvaldsstéttina og bara fínt að vera milljarðamæringur með fullt af peningum á bók og háa vexti og en þetta ekki gott fyrir almenning og þar að leiðandi við komin út í þá umræðu, sko, einhvern veginn að standa utan Evrópusambandsins sé svona auðvaldsskoðun og sé auðvaldinu til tekna. Þannig að þetta er mjög áhugavert, þú ert þá komin í hóp og hefur verið kölluð auðvaldshækja í tilefni. Og sorgleg drusla. Já, en hvernig samræmir þetta? Þetta er alveg bara astonishing og ég er bara ótrúlega bara forritin og mér langar að heyra bara meira frá þessu fólki. Mér langar að þau útskýri fyrir mér einmitt að í hvaða löndum Evrópusambandsins ekki auðvald. Ég bara veit ekki það land en ég vil alveg mjög gjarna fá að heyra af því og kíkja í heimsókn og sjá hvernig hlutirnir eru þar. Svo bara segja við þetta fólk, þú veist, veit það ekki að misskipting er með bara á heimsvísu með allra minnsta móti hér. Efnahagsleg misskipting. Já, og þú veist, það er bara staðreynd. Og heldur það til dæmis að aðstæður til dæmis farandverkafólks sem að vinnur í evrópskum landbúnaði séu betri og mannúðlegri heldur en aðstæður verkafólks sem að vinnur hér í íslenskum landbúnaði. Heldur það aðstæður verkafólks í einhverjum stórum verksmiðjum eða einhverju svona þannig vinnur séu betri heldur en hér og bara ég get bara lengi þú veist, tekið einhvern svona dæmi en ég myndi alveg vilja annarkvort fara í svona debatt við einhvern eða einmitt fá að heyra einhverjar manneskjur takast bara á þetta og ekkert í einhverjum svona antagonískum einhverjum rifrildi stíl heldur bara þú veist, hér eru röksemdir prófum bara að ræða þetta vegna þess að þegar ég skoða lönd sem að búa við bara það svona þjóðskipulag sem að víðast hvar við líði þá náttúrulega er alveg augljóst að þú veist, auðvaldið er náttúrulega alls þar, það á atvinnutækin, þú veist bankamenn eru jafnríkir ef ekki ríkari í löndum Evrópusambandsins, þú veist kapitalistin þar eru jafnríkir ef ekki ríkari og þeir eru þetta flestir miklu ríkari en okkar heima smiðuðu kapitalistar og viðskipting er gríðarlega mikil og svo framvegis, þannig að ég bara skil ekki alveg hvað fólk er að segja.